Komiði sæl og verið velkomin í Klefan. Í Klefanum þá talar allt íþróttafólk sama tungumálið. Markmiðið að finna leiðir til að bæta árangur. Gefum Silju Úlfars orðið. Já, komið sæl og veriði velkomin í Klefan. Í dag sestu hjá mér handbolta umboðsmaður Íslands. Já, og bara jafnvel Evrópu. Arnar Freyr Theodórsson, og nú glottir hann bara. Hann ætlar að hleypa okkur inn í heim umboðsmanna. Vertu velkomin. Takk fyrir. En sko, áður en við byrjum, þá ég með samstarfsaðila og ég ætla að teki það bóks. Já. Útilíf. Herðu, þar finnum við allt fyrir íþrótnar, skórfatnar og fleira, þú veist, og ekki endilega bara fyrir íþrótnar, þú getur fundið bara kósigalaðana. En allt fyrir hreyfinguna, allt fyrir fjölskylduna, hvet ykkur til þess að versla í Útilíf, og það bara mikið af vörumerkjum þar, þannig að þú átt að geta fundið eitthvað við hæfi. En íþróttavöruverslanirnar eru tvær, þær eru í Smáralind og Kringlunni. Hafið fiskverslun, en þar færðu frábæran fisk og fiskrétti sem þú getur smellt í ofnin. Gút, það eru vörur sem þú vilt eiga á þínu heimili, gómsætt en sykurminna. Og svo heilsuhillan frá Artasan, þar finnur þú allt fyrir heilsuna, vítamín, nútralöng og aðrar heilsuvörur. Erst þú ekki að nota allar þessar vörur? Herru, ég reyndar konstaði sem gút að það var íslenskt fyrirtæki fyrir ekkert svo löngu síðan og ég var algjörlega bit að því að ég bjó á Spáni, og þar byrjaði ég að kaupa gút. Já, en þú þekkir þann sem núna stýri skútunni. Já, allir stóri, já. Þekki hann vel. Hann þarf nú að fara að sponsa einhverja hjá mér. Það var að tala við hann. Nei, býtu, hann ætlar að vera í einstaklis íþróttafólkinu, láttu okkur vera. Herðu, en þú ert sem sagt umboðsmaður handboltamanna, þú náttúrulega æfðir handbolta. Já, ég æfði heil lengi, spilaði, ég held að þetta séu 18 ár sem ég spilaði í meistaraflokki. Já, og þú varst út allt. Já, ég var hinn sannkallaða liðamella. Já, ég vildi bara þú segir það. Veitu ég hvað, þú byrjaði náttúrulega í FH, við höfum lust upp í FH. Já, ég helst þar upp og þegar ég kláraði, þá var til annar flokkur. Já. Klára hann, spilaði einhverja meistaraflokksleiki og var alltaf að æfa með þeim og fer svo yfir í Stjörnuna, spila þar í 5 ár samtals, fer til Danmörkur, spila þar, kem heim, fer aftur í Stjörnuna fyrir FH og svo fór ég Gróttu, Afturhaldingu og Víking og IH. Já, ok, þú bara öll liðin á höfuðborgarsvæðinu. Já. Nema Haukar. Ég æfði reynda með þeim einu sinni en ákvað að vera áfram í Stjörnunni. En býtu, þú fórst samt, við allir sem sagt voru saman í bekk, grunnskóla. Já. Þú fórst til Danmörkur og varst í handbolta þá. Já, er þetta þannig þegar ég var í grunnskóla? Já, þá varst í handbolta, svo flyttur heim og þá fer ég að fá, of course. En ég fór að spila þessi atvinnumaður. Já, svo eftir FH. Já. En umboðsmaðurinn, hvernig gerðist þú umboðsmaður? Það er svolítið löngsaga, þannig ég ætla að segja stutt útgáf. Já, það hljómar vel. Já, sem sagt, þegar ég fer úr Stjörnunni, þá skipti ég FH sem var í næstefstu deild. Og mín hugsun var að ég ætla bara að fara í FH og ég ætla bara að klára ferilin í FH, ég var 26 ára einhver svo leys. Og ætlaði bara að vera þar sem sagt þangað til ég myndi hætta. Þegar ég skipti þá hringdi þjálfari Vals í mig á þeim tímapunkti og segja við mig að ef hann hefði vitað að ég vildi skipta lið þá hann vilja fá mig í Val. Og ég var svolítið fúll með það því þeir voru að spila í meistaradeildinni í handbolta og ég hefði viljað upplifa það, þannig að ég hefði alltaf viljað taka 1 tímabil og fara svo bara í að fá. En og þá byrjaði svona að vaksa með mér svona eiginlegar umboðsmanna hugmyndir en ég ætla ekki að gera starfi, ég ætla bara að vera í samskiptum við vini og þjálfara og passa engin annar myndi missa af tækifæri raun og veru. Já, ok. Þegar þú ert í handboltaheiminu þú ert alltaf að hitta alla og þekkir alla leikmennina og þjálfarana, er svona samfélag. Já. Og ég hugsa mig þá bara vera ennþá í því, skilurstu, vera bara duglegur að halda samskiptunum. Þannig þá var ég komið með þessa hugmynd að vera umboðsmaður en hún var út frá því að passa enginn myndi missa tækifærum, ekki að ég myndi græða það. Nei, Og svo fer ég út að spila og þá kynnist ég nokkrum umboðsmönnum og fer með nota umboðsmann til þess að fara út og svo þegar ég kem aftur heim þá er eitt sem biður mig að hjálpa sér með íslenska leikmenn og vera svona hálfgerður njósnari eða skátt og láta vita.
og svo bara eitt liður öðru, ég fyrir að vinna með honum og svo fyrir hann að sjá mér fyrir leikmönnum og svo slítu við samstarfi og ég gera þetta einn. Ok. Þetta er náttúrulega svolítið svona spennandi vegferð og svona tvístígandi kannski á ég að fara all in í þetta eða ekki eða... Já, þetta er ég nú sagt það nokkru sinni, sko, þetta var aðeins erfiðara þá. Í fyrsta lagi var ekki hægt að kaupa svona útlandapakka fyrir símaðinn sem kostar undir 2000 krónum. Fyrir 10-12 árum síðan var ég með símareikningu upp á 100 skall á hverju meinasta mánuði og 100 skall þá var aðeins meiri peningur en hann er í dag. Sko. Smá, já. Og þannig að þetta var alveg mikil útgjöld, sko. Ég var að fara í ferðalög og svo í bílnum og gist á farfuglaheimilum með enga sæng og þetta var alveg vel skrautlegt hann í byrjun, sko. Svo mætti maður að fundi og fítnis sem maður væri að meika það, sko. Passa að leggja bílnum svolítið frá að því maður var á bara ódýrasta mögulega bílnum, sko. Já. Þannig að maður þurfti að presenta sig eins og maður væri orðin eitthvað en átti ekki krónu með gati, sko. En hafðir alltaf trú á þessari vegferð? Já, ég vissi að ég myndi ná allavega lengur en það að ég þyrfti að sofa í bíl, sko. Það var allavega betra. Já. En hver var fyrsti kúnniðin? Sko, fyrsti sem að ég hjálpaði út var Elías Már Halldórsson. Ég kom honum til Þýskalands í gegnum umbósmanni sem ég var að vinna með. Já. Ég gerði ekkert mikið meira en að kynna hann fyrir umbósmannum og svona vera með aðeins puttan í þessu. Já. Þannig að hann var raun og veru fyrsti kúnnin minn. En svona, þú veist, ég er umbósmaður hans. Já, ég myndi að það var Elva Friðriksson sem var svona fyrsti alvöru kunni minn sem að skrifa undir samning við mig og skuldbundið sem er og svona við áttum í nánu samstarfi, sko. Ok, var skrítið að útbúa þennan samning við hann eða var þetta bara svona, þið voru bara búin að fara yfir þetta og... Ég fekk eiginlega samningin, þá var ég að vinna með hinum umbósmannum. Já, varst búin að sjá. Já, þannig ég var búin að sjá svona, mér fannst það samt alltaf ógeðslega slappur þessi samningur, sko. Og en ég notaði hann í byrjun og ég kom með allt annan í dag. Ok, í hvaða liði var Elvar? Hann var í Val. Já. Og sko, ég hugsaði oft tilbaka, fyrstu ári mín sem umbósmaður, þá náttúrulega var ég ekkert nærri jafn góður umbósmaður og ég er í dag. Ok, hvernig hátt? Bara ekki með nærri góða tengingar eins og ég með í dag. Orð mín voru ekki að vega mjög þungt hjá klúbbunum, sko. Bara einhver gæi að byrja. Í dag þá er tekið alvarlega, allavega í mörgum stöðum, það sem ég segi. Það þýðir ekki að ég hérna í Silja, þegar ég semja við hennar, þá kemur ekki bara samningur, sko. Nei, sjálfs ekki. En alltaf semja við Silju. Já. En ef ég segi, þetta er mjög áhugaverður leikmaður, skoðið hann, þá er það virkilega gert, sko, og það er alveg tekið alvarlega, sko. En þetta snýst líka þú veist, náttúrulega reppið að ef að þeir nappa þig að þú sért að mæla með einhverjum sem er svo bara ekki góður og þá náttúrulega þeir ekki að fara að treysta þér. Nákvæmlega. Þú veist, þannig að þetta snýst náttúrulega bara auðvitað heiðarleika. Já, ef þú ætlar að vinna inn þetta traust að þeir hlusta á því, þá verður að passa að í flestum tilfellum að hafa rétt fyrir þér. Eða þá þeir sjá gæðin, kannski vantar ekki þessa típu af leikmanni, en þeir sjá gæðin, sko. Já, einmitt. En hvað ertu með marga skjólstæðinga í dag? Þetta eru eitthvað í kringum 60-65 skjólstæðingar. Ok, og af þeim, hvað eru margir Íslendingar? Cirka helmingur. All right. Ok, áttu ykkur nöfn átt okkur? Útlensnöfn. Byrjum á þeim. Já, ég er með Sander Sakósen, Júri Knorr, Nikola Bílik, Kristján Severós, Petter Överby, Miklos og Rosta. Ok, mér stu bara að tala rústnesku. Ég kannast við eitthvað svona, menn Íslendingar. Ertu með kannski bara landsliðið? Já, meira og minna, sko. Ég held sem allan með einhverja 3 eða 4, sko. Já, ok. En svona fyrsti erlendi kúnnin, var það svona moment hjá þér á þínum svona byrjunarferli? Það var í byrjun miklu auðveldara fyrir maður að fá útlendinga heldur en Íslendinga. Okkur? Íslendingar eru mjög skeptískir þegar einhver er að byrja í einhverju. Það er ekki alveg beint að stökka á vagnir strax, sko. Nei. Þannig að í byrjun var ég með miklu fleiri erlenda leikmenn heldur en íslenska. Já. Vá, ok, mér finnst það áhugavert. En ok, hvernig verður maður umbósmaður? Reynir bara ákveða og byrja. Og hvar byrja maður? Þú þarfst náttúrulega að vita hvað þú ert að fara að selja, sko. Ok, betra. Þannig að þú ert eiginlega að gera grein fyrir, sko, hvaða kunnahóp þú vilt hafa og svo hvaða marka þú ætlar að sækja. Og við erum að tala liðsíþróttir, þá er það náttúrulega
að vera með einhverja tengingar í einhverja klúbba eða aflaðir þeirra og svo ertu að fá leikmenn til þess að samþykja vinna fyrir þér. Einstaklingsíþróttum þetta, veit eins og í golfi og tennis, þá ertu að koma á mót, gefa þáttökuréttin. Ég þekki ekki nógu í frjálsum, ég get ímyndað mér að sé svipað, sko. Já, það svolítið þannig. Og þá mjög gott að þú þekkir einhvern sem getur alltaf að opna einhverja hurðir, hann kemur kunnuninum á mót og þegar þú ert með það, þá getur þú fara að sækja þér í íþróttamennar. Einmitt, en eitthvað svona, þú veist, fórstu í gegnum einhvern umboðsmannaskóla eða? Nei, það ekkert svoleiðis. En það eitthvað próf, eitthvað? Það fer eftir hvað landi vart í, sko. Í Frakklandi eru próf, en það bara fyrir þá sem búa í Frakklandi. Það ætlar að fá leyfi til þess að vinna sem umboðsmaður í Frakklandi og býrð þar, þá þarf það að taka þetta próf. Og það fyrir allar íþróttagreinar. Og þetta frá Ólympíusambandinu. Já, ok. Og það mjög erfitt þetta próf, sko. En þú þarft ekki að taka það? Nei. Bara, En þegar ég var að byrja, þá þurfti ég að taka það. Já. Og ég var alltaf að reyna að fá að taka það á ensku, en það var ekki hægt. Ég þurfti að taka það á fransku. Það sjálfsögur frakkarnir maður. Já, þannig að ég lifði í skugganum hana. Já, ok. En þú veist, hvað svona, þú veist, þín hlutverk, þú veist, þegar þú ert með 60 pluss kuna, að þú veist, þetta svona, ég get ímyndað mér að þetta sé svona eins og eiga mörg börn og þau þurfa, svona mismunandi þarfir og allir auðvitað kóngar í sínu hotni, því þú ert bara með eina konu, eða ekki? Jó, ég með eina konu. Já, þú ert að fókusa á kallana og þú veist, hvað þitt hlutverk með allt þetta fólk? Það rosalega misjant þetta hverjum einum, sko. Ég með leikmenn sem vil ekki tala um mig nema bara þegar vantar nýja samning. Já, ok, það næst kunnar þá. Já, upp á ákveðnu marki, sko. Því svo kom upp vandamál með þá, það gerist einhvað. Og þá á ég miklu erfiðara með að hjálpa. Því ég svo lítið involveraður í þeirra líf, þeirra bara, hvað mikilvægt fyrir það á hana. Okay. Þannig miklu erfiðara fyrir mig að virkilega grípa þá, sko. Já. Og svo aðrir sem að vilja bara heyri mig reglulega og bara tala daginn á veginn og það bara þeirra val. Ég myndi kjósa seinnikostinn og vera nánari þeim, þekkja það betur. Það bara miklu þægilegra og betra fyrir mig, fyrir þá. Kannski trausti líka svona örgulega betra. Töluvert. Og bara svona fara í sömu átt svolítið. Og það eiginlega langt mikilvægasti þátturinn í sambandi umboðsmanns og umbjóðenda. Það trausti, sko. Þú þarft að treysta því að umbóðsmaðurinn sé að vinna heilindum fyrir þig og sé virkilega með þína hagsmuni fyrir brjósti sér, sko. Þannig að þá betra að þekkjast vel, sko. Þannig að verkefnin eru rosalega víðfeðm og margslungin, sko. Einu sinni sýndur mér símainn og þá hittustu örugglega kvöldmataleiti eða eitthvað og þú varst með eitthvað svona 100 símtöl í dag eða eitthvað. Já, ég klára nú yfirleitt, sko, í iPhone símatalaskrá en ég yfirleitt klára nú venjulegum degi, þannig að þú sérð kannski fyrsta símtali kannski klukkan 10 á mótnana en ég raun og veru byrjaði fyrir, sko. Já. Þannig að það alveg, það mikið hringt. Fólk ekkert í e-mailum eða bara Facebook chati eða eitthvað? Facebook rosalega lítið nota erlendis, það yfirleitt WhatsApp eða Viber og e-mail, en það líka. Já. Ég myndi sína WhatsApp skrána mína, þá það yfirleitt svipað, sko. Það bara, þetta ekkert lítið, sko. Þannig að þetta mjög mikið samskipti. Já, alveg svakalega, sko. Og svo, þú veist, þegar það kemur að samningamálum og svona þú veist, þá ertu vantarlega, þú veist, að bera undir viðskiptavinna, Já, ég náttúrulega þarf að sjá til þess að þessi að fá markasvirði eða yfir markasvirði á launum. Já. Það svona gott, það ekki gott ef þú fær of mikið borgað með við getum, þá vera allir fúlir. Hvernig? Ég myndi að þú sett með leikmann sem er kannski tvöfalt dýrarinn næsti leikmaður í liðinu sem númer 2 á launalistan, svo getur hann ekki það mikið, þá eru allir pirraðir, en ef hann væri bara svipar, þá kannski væri ekki eins mikill pirringur, sko. Þannig að þú ert líka, þegar þú ert með dýrasta leikmannin, þá eins gott að hann sé langbestur og ekki bara inn á vellinu. En eru þá, sko, liðin þá væntanlega bara misdýr, eða þú veist? Já, sum lið borgar bara meira og svo það líka þegar þú ert komið lið sem að borgar ákveðnar upphæðir, þá rosalega erfitt að vera með einhvern sem bara með, sko, 2% af launum hæstlaunaðasta. Já. Þá verður rosalegt ójafnvægi og kergja á milli leikmanna, þannig að yfirleitt eru fleiri á góðu launum og
hotnamenn, vinstur hotnamenn eru yfirleitt launalægstir. Akkurru? Það er bara nóg af þeim, auðvelt að finna þá Já. og það er bara auðvelt að fylla upp í þessa stöðu einhvern veginn. Hver er dýrasta staðan? Það er eiginlega, það eru 3, það er markmaður, það er hægri skytta og það er miðjumaður. Hægri skytta, já, hún er örfend. Já. Ok. Það er svona, ef þú færð í þessa stöðu svona alvöru mann, þá yfirleitt ertu tilbúin að borga best, sko. Já, ok. Þannig að, já, ok. Þetta er áhugað. En þjálfarar? Já. Þú ert með þjálfara líka? Ég er líka með þjálfara, Ég verð bara svo, ég held að þurfum að fara yfir því svona 4 klukkutíma, sko. En ok, Já. hvernig er að vinna með þjálfurum? Hvernig fer það fram? Það er allt öðruvísi, sko. Eins og hvernig? Af því að þjálfarar eru ekki, eins og leikmenn, þá vita liðin, þessi er að renna út á samning, við erum tilbúin að skipta, við finnum betra. Hvernig vita er annar að renda samning? Liðin, þau náttúrulega gera samning í 2 ár, skilur við leikmann. Já, Þau ok. vita að hann er að klárast Já. og þá eru kannski opin fyrir að skipta honum út eða eru ekki mjög ánað með hann, eru bara hann Einmitt. sátt og ef þau finna betra á skipta. Já. Þannig að þau byrja að leita og láta vita og svo sjáu hvað er í boði og velja. En með þjálfara, þá skiptur ekki þjálfara eftir 2 ár bara þegar hann er útrunnin. Nei. Nema fyrir kannski 1 eða 2 skilur sem þú bara veist að eru margfalt betri. Yfirleitt er þetta bara ánað með þjálfara. Einmitt. Þanga til úr rekur hann. Þannig að það er miklu svona hraðara og bara allt í einu, sko. Þannig að svona, hvað sé, vinsælustu þjálfarnir sem er kannski 4-5 sem geta eiginlega sagt, mig langar að þjálfa þetta lið og þá liggur við þjálfarnir rekin og þeir teknir, sko. Einmitt. En þeir sem er ekki þar, þeir þurfa eiginlega bara að bíða eftir að einhverju rekin eða ákveður að hætta eða eins og þegar Alfreð hættir með Kíl þá þetta vita með löngum fyrirvara, það er ákveð hvað tekur við og það er svona ákveð ferli, þetta er mjög sjálfgeft. Já. Yfirleitt er þetta bara, núna er hann farinn, við tökum nýjan. Næsti. Já. En sko bæði, nú er ég hugsaði sko, þú veist, þegar þjálfarinn er bara rekin, þú veist, þjálfarabransinn, þú veist, er hann bara eitthvað svona, ok, ég skil, svona er bransinn, en verður fólk ekki oft svolítið lítið í sér? Fyrst þú áttur rekin, fyrsta skipti. Fyrsta skipti? Ok. Þá getur þetta verið ágætt sjokk fyrir egoði, sko. En það eru nokkri þjálfarar sem sagt, þú ert ekki alveg þjálfari en fyrir að búið að reka þið 2 ár. Ok, en þú veist, leikmann, ég er ráð fyrir því að mörgur sér símtala sem þú veist að hringja á dag, það hlýtur að vera eitthvað, þú veist að þetta lið ætlar að losna við þennan og hann er lítill í sér. Já. Og þú ert bara, ferði í mömmu hlutverkið og tekur peppraðina. Sálfræðingurinn, já, blessaði. Og hvað segir við, þú veist, þetta íþróttafólk sem er bara verið að skipta út, þú veist, því nú gerist þetta hérna heima líka, að þetta er bara bransinn eða? Já, við reynum að vera, sko, það er volið lítið eftir að segja hana, en þú þarf bara að vera betri, sko. Já. Og svo náttúrulega ferða eftir karakternum, skilur hvernig sambandi okkar er, hvað ég fyrir djúpt í sálmanna og hvað ég segi, en ég lenti nú í þessu sjálfur að vera eftirsóttur og vera rekin, sko. Já. Þannig að þetta er ekkit, ég hugsa aldrei, ég fæ ekki samning hérna, ég þarf að finna mig nýtt lið, ég fæ bara heim að græna, nei, ég fó bara svo, þegar ég spilaði við þá var ég betri. Sýndi hvað ég mista af, sko. Það er svo klassískt, sko. En þegar þú ert að byrja að vinna með eitthvað íþrótt, ok, segjum svona að þú ert eitthvað svona, þessi er áhugaverður, þú veist, vil representa þennan, hversu, sko, ungir, eins og það er bara hérna í Íslandi, þú ert að horfa á eitthvað, þú veist, ertu fljótur að spotta hverjir, þú veist, gæti náland? Já, mjög. Það er eiginlega það sem ég tel mig vera bestan í. Okay. Það eru 2 atriði sem ég tel mig vera bestan í. Það er að finna þá sem eru með handboltagæðin til þess að sem hafa möguleikan að vera góðir. Já. Svona hef ég ekki alltaf rétt fyrir mér. Nei, það var skrítið. Já, og svo að hjálpa þeim að nálgast íþróttina þannig að þeir geti orðið bestir. Já. Og það er eiginlega eitt af mikilvægasta sem að mér finnst að umbóðsmaður að gera. Okay. Að því nú hef ég bæði lagt mig virkilega fram með að tala við fullt af leikmennum sem eru hættir að spila, sem eru nú starfandi í handboltaheiminum, sem voru bestir í langan tíma. Já. Og spyrja þá hvernig þeir héldu sér á tannum, skilurst, eins og ég átti samtal sem að ég spila oft í hugunum að mér við Thierry Ómær, sem var besti markmaður í heimi í 15 ára eða 10 ára allavega. Já. Hann var bara frábær og við sátum saman og vorum að spjalla og stóð bara að kynnast þegar hann var að taka við París sem framkvæmdastjóri þar. Já.
og setjum við og erum að tala saman og ég spyr hann bara hvernig náðið þú að halda þér á toppnum öll þessi ár? Þú varst ekkert sattur eftir að vera valin bestur 3 ár í röð og búin að vinna allt 3 ár í röð og er þetta ekkert þreytt? Og þá fer hann að segja mig hvernig hann hugsaði. Okay. Og svo gerir ég það sama. Býtu, þú ert að fara að segja okkur hvað hann var að hugsa. Ég er alveg spennt. Já, hann sem sagt hann hætti, fyrst var hann í samkeppni við alla hina. Skilur, alltaf að vera betri en þessu og betri en hinn og vinna titil. Og svo fór hann að vera í samkeppni við sjálfan sig. Hann ætlaði að vera betri en hann var í fyrra, betri á móti þessu lið, betri á móti þessum einstakling. Þannig að hann fór að finna svona mótiveringu, hvernig get ég haldið hungrinu gangandi. Já. Því þegar ég er búin að spila við sama aðilann og ég ver alltaf öll skot frá honum, þá er það svolítið erfitt að mótivera sig í næsta skipti, skiljast, eftir 10 sinnum og ég alltaf bara pakka þeim saman. Þá er þetta orðið svona venjulegt. Þetta er bara eins og að fá sér morgunbollan, þannig að hann fór að búa til svona innri keppni við sjálfan sig. Já. Og þetta er að sama og Michael Jordan gerir til dæmis. Já. Hann bjóð til keppnir, hann er þess að besta sagan um Michael Jordan er þegar hann var brjálaður út í einhvern gaur sem var að fara að spila og við hefum búin að tala hann á æfingum eins og hann var bara mesta fíbl í heimi og hann var að segja þetta mig og eitthvað, svo fer hann í leikinn og hann bara frábær. Svo eftir leikina þorðingin að pikki hann fyrir, bara, akkur er svona illa við hann? Ég er ekkert illa við hann, ég bjóð þetta bara til, skilur bara til þess að mótivera mig, því ég fann að ég var ekki tilbúin í leikinn, hann ég bjóð bara eitthvað til. Já, og þetta er það sem mjög margir gera, og svo eru sumir með aðrar leiðir, og þannig nú er ég búin að safna á reynslusögum frá fullt að gæfum, og svo er ég búin að fara í gegnum ferli með mörgum strákum, skilur frá efnilegum í að vera bestir, þannig ég þekki þetta orðið mjög vel og þeir hugsa mjög svipað. Okay. Það er alltaf svona samnefnarar með hverjum að einu sem að ná langt. Já. Og það er það sem að ég deili út til yngri leikmanna. Er ég man ekki, við fórum eiginlega bara út um allt þarna. Já, þegar þú ert að byrja þá, hvað er þau ung þegar þú byrjar að skoða? Hvað er ofund? Já, í dag ætla allir að vera heimsmeistarar 12 ára. Já, en það er allt ungt til dæmis. Really? Já, ég alveg náttúrulega býja því ég á ungbörn sem er að spila handbolta og þannig ég fer á yngri flokkamót, annars myndi ég ekki gera það. Nei. En ég myndi svona í fyrsta lagi byrja að skoða, þau eru í 4. flokki, sem 9. og 10. bekk, en þá er ekki til þess að byrja að vinna með þeim, heldur bara svona þess að fylgjast með. Já. Og svo þeir eru svona, maður sér að þau eru að nálgast að verða einhver alvöru leikmaður, þá vil ég hafa samband við það. Ok, og þannig að þú sér einhver leikmann og þú ert eitthvað, herðu, ég held að ég væri til að vinna með hann og þú færð að skoða þetta samstarf. Já. Hvað er það sem að þú horfir á? Í handboltagjæðanum. Eða bara manneskinn eða þú hlýtur að skoða bæði það ekki? Jú, fyrir mér er rosalega mikið að vera jarbundin, vera auðmjúkur, eða með einhverja loftkastala í huganum, það er mjög ólíklegt að ná langt. Já. Þú ert að vita það að þú ert ekki fullkomin og þú ert eftir að læra ógeðslega mikið og ef þú ert ekki þar þá labba ég í burtu. Ég nenni ekki að vinna með einhverju sem heldur að vita allt þegar hann er 17 ára. Nei, einmitt. En Aron Pálma var þannig, nei, ég er að tjóka. Ég byrjaði að vinna með honum þegar hann var eldri. Nei, hann var alltaf ógeðslega næs, ég man þegar hann tók svona ákvörðun. Hann var viss að hann myndi verða bestur, hann vissi hversu góður hann var, en hann var líka tilbúin að leggja á sig. Já, ég held að við höfum allan upp í Kaplakrika að vita að hann yrði mjög góður. Já, en það er líka þegar hann var tilbúin að leggja það á sig. Hann var ekki tilbúin að skúra gólfin í Kaplakrika, en hann var tilbúin að leggja á sig að æfa og skjóta meira og fylgjast með og pæla. Hann náði mér á, ég var að þjálfa frjálsar í salnum við hliðina á handboltasalnum og hann frjálsardósi kom og ég held að hvenær fer hann út til Kíl? Er hann 17 ára, 18? Nei, hann er 18 að vera 19 held ég. Já, og hann er að spila þarna og ég fæ hann til að koma yfir og tala við hópin og ég var að reyna að fá þess að hópin til að koma með mér og leik og eitthvað og ég sagði bara, heyrðu, þetta er Aron, hann er svona og þetta og eitthvað og hann kom mér á óvart því að ég vissi að hann var ungur en hann var með ógeðslega svona flotta svona innan gæðslappa ræðu á þessa ungu frjálsöldakrakka sem voru samt ekkert, þeir voru bara 4 árum yngri en hann eða eitthvað og við gerum þess að díl við hann, við ætlum að mæta leikinu, við ætlum að sitja þarna og þegar hann skoraði fyrsta markið þá völdu við, bara krakkarnir og hann, eitthvað merki
og hann átti að gera það Já. og hann gerði það þannig að hann skoraði fyrsta markið, hljóp beint til okkar og gerði þetta og bara síðan þá bara hann uppáhald hjá mér út af því ég bara yes, hann skilur að þú þarft að svona engagea við fólk og fá fólk með þér og þú veist, hann mjög flinkur í því sko. Hann er miklu meiri hann spunnið en fólk heldur sko. Algjörlega sko, en þetta kom mér allan óvart, þetta var svona fyrsta mómenti sem ég var bara eitthvað, vá, ok, ég bara vona allir verið svona. Nú er ég búin að gangi í gegnum ýmislegt sem umboðsmaðurinn hans Arons og við erum orðinni nokkur nánir myndi ég segja og það myndi ég halda allavega fullkomið traust frá mér og ég held að það sé frá honum, ég hef nú ekki sagt það en ég reikna með því. Spyrjum maður bara. Og það svo gott að geta verið þar þegar þú ert með svona mann eins og hann að geta virkilega hjálpa honum þú þekkir hann almennilega sko. Já, einmitt. Og hann bara, hann svo miklu meira spunni í hann en fólk heldur sko. Bara alveg sammála. Herru, þannig að þegar þú ert að byrja að vinna með einhverjum og þú sestu niður eitthvað með viðkomandi eða þú veist, hvað horfir á í handbolta til dæmis? Já, sko, áður en ég sest með hann, þá ég búin að tala við marga í kringum þjálfara, liðsfélag, mótherja og stanna til þess að vita hvernig hann skilurst, að því þú bregst undir við ef það gengur ítli leik, hvernig bregst hann við? Skilurst, hvernig bregst hann við þegar hann gengur vel, hvernig bregst hann við þegar liðsfélagin lélegur, hvernig hann á æfingum vel gert. Þannig ég pæla alveg þessum hlutum að þetta hefur allt áhrif sko. Ok, bara takið þér nótur núna, þú veist, það þarf að fylgjast með þessu. Já, virkilega, ef þú ætlar á toppinn þá þarftu bara að hafa miklu meir en að vera góður þegar þú ert 10 ára sko. Einmitt. Þegar ég horfa á handboltan þá eru aðalega tímasetningar, hvenar ákvörðun að skjóta, hvenar ákvörðun að senda hann, hversu langt fer hann yfir á svæði annar og af hverju, gefur hann að þarna, sá hann þetta. Svona að skoða hvaða ákvarðanir þeir taka svona í aksjón. Já, það ekki endilega, vá, hann getur gert svona skot. Einmitt. Eða hann hoppar svona hátt. Það ekki það sko. Nei. Það þessi tímasetningar. Já, bara hvernig hann skilur leikinn og sér þetta og... Já, hvenær ákveður að finna, hvenær ákveður að gefa hann, og svo kemur sama stað að gera nákvæmlega eins eða hann með fleiri möguleika sem hann notar, skilur. Þannig maður þarf að horfa á svolítið mikið. Já. Og svo þetta svona hvernig sambandið hans við liðsfélag, minnst það segja rosa mikið sko. Og hvað segir það þér? Ef þú ert með lélegt samband við liðsfélag þá ert ekki að fara að fungera í neinu liði. Nei. Og þá vill enginn hafa þig. Nei. Og þá er þetta bara vesen. Einmitt. Það svona, segir þetta ofta, svona stuðul sko, því meiri skíthall sem það þeim betri verður að vera, annars vill enginn gefa það samning sko. Nei. Þannig að ef þú ætlar að vera þessi típa sem að allir eru sko, fíbl og fáiðar og þú getur ekki unni með neinum, þá eins gott að vera bestur í heimi sko, því annars farið ekki samning neistar. Og þú veist, sérðu þetta oft? Nei, sem betur fyrir ekki sko. Ó, ég held að myndi að segja já. Nei, en það er flott. Þegar ég var að byrja, þá voru fleiri þarna sko. Já. En það er eins og yngri kynslóðin sé svona mildari í þessu. Já, ég held að þetta sé smá bómilla kynslóð oft sem að koma sko, sem bara sem er gott að sé eitthvað jákvæmt við það. Já, það eru kostir líka þar. Já, en hvaða svona, kannski ertu búin að svara þessu eiginleika hrífst að eða hvað er fráhrindandi hjá leikmönnum? Fyrir mér er sko, það er svona óbillandi trú á sjálfum sér, er mjög aðlaðandi fyrir mig. Já. En á sama tíma þarf að vita að þú ert ekki tilbúin. Okay. Þetta er rosalega erfiður balans að hafa, því að þegar þú ert alltaf að lítið að þú ert ekki nógu góður og ert ekki nógu tilbúin, þá átti það til að vera ekki með nógu mikið sjálfstraust. Og það er stórt vandamál ef þú ert ekki með nógu miklu trú á þér. Nei. Þannig að þú ert að hafa smá balans að vita að þú þarft að bæta, þú getur bætt þig og það er ekki allt fullkomið, en þú getur hins vegar orðið frábær sko, og ert nú þegar orðin góður. Okay. Þannig að þetta er svona, ef þú ert þarna þá ertu á virkilega góðan stað. Þá skilur þetta, en hvað finnst þið fráhrindandi fyrir utan að vera skíthall? Montni, að vera montin. Já, svona too cocky. Já, það er náttúrulega lína þarna. Maður vill að sé svona ákveðið en ekki yfir línuna. Já, svona leikmaður sem að skorar og fagnar í andlitið á anstæðinum og er með svona niðurlægjandi attitút gagnvart öðrum. Það er bara ekki fyrir mig. Nei, ég er að horfa eins og þú á Óli-steldri núna. Já. Og þegar við tökum upp þátt þá er náttúrulega bara undanúrslitin í gangi og maður sér þetta. Ég strax eitthvað sem andlit sem poppi upp í hausun á mér, sko.
Fyrir mér þetta bara no-go, sko. Já. Þetta ekki íþróttamennska. En hefur svona byrjað að skoða einhvern og náttúrulega bara, þú veist, komið kannski í samtal og hætt við eða, Oft. og hefur, hvernig var þetta, hætt með einhverjum? Nei, ég líti á það þannig að þegar ég skuldbind mig, Já, þá það bara skuldbinding. Ég ekki að fara að lappa í burtu. ok. Og ef þú bara verður ekki neitt, spila bara í næsta deild á Íslandi, þá ég jólinn sá. Þá ertu samt með þeim í liði. Já, Ok, þannig bara þegar þú ert komin undir þinn væng, þá þar. ertu bara þar. Já, Ok, og það verður að vera þannig. Þú verður að vita það að það skiptir ekki máli hvort að þú verður bestur eða lélegastur. Já. Ég hef búin að your skuldbinda back. Já, ég bara þannig. Já. Ef það vantar einhvað, þá reyni ég, eins og ég get. Ég get ekki lofa að ég leysi allt, sko. Nei, en, nei. en þú ert allavega Gerir með þitt besta. einn strísmann í brynju með þér, sko. ok, mér líka það. Hefur þér verið dömpað? Já, ekki oft, en já. Var það sárt eða skildur það bara? Fyrsta skipti var rosalega vont. Ekki bara fyrsta skipti með allt svona sárt? Jú, en það stingur núna því ég hugsa það, sko. Það? Og það eru mörg á síðan, sko. Getur þú sagt okkur eitthvað? Ég veist, hann bara taldi að, ég var ekki komið það langt í ferlinum, þannig að þetta var svo sem ekkert óeðlegt. Nei. En hérna, hann ákveður að skipta og taldi einhvern annan geta þjónusta sér betur. Já. Og það bara fair and square, sko. En þetta risti svolítið djúpt, sko. En þú segir þjónusta betur. Þetta kannski bara svolítið þjónustastarf? Ekkert annað. Þetta ekkert annað en þjónustastarf og svo ertu bara svona að púsla og finna bestu lausnir fyrir viðkomandi. Já, þú ert að mótivera og þú ert að grípa á þeirra niðri og átt kannski ógeðslega erfiðan tíma, þjálfarinn búin að vera brjálaður og þá hringja þér í þig og þú þarft að hjálpa þeim að gera á tilbúna. Þannig að mitt starf finna samning, eins góðan að hægt Já. Passa að þú vitir af öllum tryggingarmöguleikum og hvernig það kerfi virkar. Ert þú bara inn í því öllu? Já, ég er með svona yfirborðsþekkingu og svo ég með sérfræðinga sem ég leita til ef ég þarf, sko. Og ég er með svona yfirborðsþekkingu á skattamálum og lögum og annað, sko. Eru leikmenn tryggðir hjá liðunum sínum eða? Þeir eiga að vera það. Á Íslandi verða þeir að vera það. Hjá liðunum? Já, í Danmörku það skylda, það í bara standardsamningnum sem að þeir skrifa undir, þá eru tryggingar þar. Já. Þar getur saman hversu góða tryggingar og Þýskalandi þetta allt öðru sér kerfi, þar verður að taka ákveðna tryggingar sjálfur, liði tryggir bara ákveðin hluta, þannig að það vita alls konar svona hluti, sko. Þannig að þegar þú ferð eitthvað inn í nýtt land, þá ertu vantilega bara meðleiku bara svona lista, bara þetta hluti sem ég þarf að hafa hreinu fyrir þetta. Já. Ok, en ef íþróttamenn vill skipta lið og þú ert á, náttúrulega eins og segir bara, þú ert bara loðandi tengslanett. Hugsaðu þá bara, þessi myndir örugglega fungera vel hjá þessum eða þú veist, tjekkar bara á alls konar liðum eða? Alls konar liðum og fer fyrst í þá sem ég held að passi best og sem vilja mest. Hvernig verðleggur svona, þú veist? Það góð spurning, sko. En náttúrulega í dag veit ég meira og minna hvað vel flestir eru með í laun, sko. Það bara því að vera í þessu svona lengi þá færið bara upplýsingar, þannig að ég svo nánast veit launaskalan hjá eiginlega bara vel flestum leikmennum í heiminum. Þannig að þá hjálpar rosalega. Svo eru svona sum lið sem eru nýrík og vilja virkilega gera eitthvað mikið. Já, til að bara koma sér að stað. Já, og þau vita að þau þurfa yfirborga því annars koma leikmennir ekki. Og þá ertu gráður. Ég ætla að segja þá bara veistla. En hérna löndin, eru sum lönd sem að borga meira en önnur lönd? Já, það þannig. Hvar eru dýrulöndin eða sem borga mest? Svona yfir höfuð Þýskaland það land sem er flest lið sem geta borgað vel, sko. Já. En svo eru löndin sem að borga best, en það eru þá fálið, það er Ungverjaland, Pólland. Þau borga eiginlega svona hæstu launin, svona, en svo eru lið í Þýskalandi sem getur matchað og það er lið í Fraklandi og Danmörku og það eru nokkuð lið hér og þar sem geta verið í keppni. Já. En deildin sem slík sem borga best í þýska deildin, sko. Ok, en en Norðurlöndin, hvernig eru þau? Svo Danmörk orðin mjög fagleg, borga nokkuð svona fínt. Það eru leikmenn með mjög góð laun í nokkrum liðum, en svona yfir höfuð og launin það ekkert eitthvað frábær, en þau eru allt í lagi, sko. Hvernig laun á Íslandi? Þau eru rosalega slöpp í flestum liðum, þó að séu nokkri leikmenn sem að þjána vel. Já.
það eru bara flesti leikmenn bara mjög lágt launaðir sko. Og mér finnst það eiginlega skandall hvað íslenskt atvinnulíf styrkir handboltan lítið. Nei, kallið minn styrki bara íþróttir lítið. Já, fyrir utan það. Bara, þú veist, það eru margir sem í meistaraflokkum í íþróttum á Íslandi sem fá ekki krónu fyrir að borga með öllu landsliðsferðum. Sko. Já. En já, með við hvað handboltin er stór, þá er þetta kannski svona smá skrítið. Já, og sér, núna erum við með lið sem að fara að keppa til úrslita Evróputitil. Já. Og leikmennir þar eru fjáröflum fyrir það. Ok, það er ekkert að því að þeir sinni einhverju. Nei, algjörlega. En í nútíma samfélagi með hvað við erum velstæð og eigum mikið af góðum og öflugum fyrirtækjum, þá myndum maður vilja sjá einhver og koma bara, við skulum bara taka Evrópukeppnina fyrir ykkur. Ekki að leikmenn sem bara selja þorskknakka og klósettpapír til þess að geta borgað enn eina ferðin út. Eru þeir að því núna? Þeir eru að því. Og núna til dæmis eitt yngri landsliðum kvenna í handbolta að fara til Kína og verðmiðin 600.000 á hvern leikmann. Og þetta eru sko leikmenn á þeim aldra, þau eru í menntaskóla og þau eru að æfa og þau hafa ekki tíma til að vinna. Sko. Nei, og HSI er ekki stöðu til þess að hjálpa til í dag. Nei. Það er bara eiga ekki peninga. Af hverju á HSI ekki peninga? Af því þeir fanga styrki frá samböndunum utan eins og KSI og þeir fá ekki afreksstyrki eftir verkefnum. Nei. Sem sagt, frá ISI. Já, íslenska kvennalandsliði fyrir hana óvænt á stórmót. Já. Þá geta þeir ekki, núna fyrir á stórmót, við ætlum að sækja auka greiðslu. Nei, það er ekki svoleiðis. Það er bara frestinu búin eða eitthvað. Nei, það bara er ekki. Þú færð bara x summu fyrir árið, alveg sama hvað árangur hún nærð. Já. Svo er bara miðað við árangur síðast árs eða eitthvað svoleiðis, sko. Sem er náttúrulega pínu spes, sko. Arnarlagssamningurinn. Já. Hefur skoðun á því? Að þeir hafi gert hann eða ég bara skil ekki að hverju fólk er að æsa sig yfir þessu. Þetta er bara löglegt fyrirtæki á landinu. Ég persónulega vill ekki sjá svona sjóeldi. Minnst þetta ljótt og við eigum ekki að gera þetta við maður hafa þetta upp á landi. Bara það er bara mín persónulega skoðun, alveg bara 100%. En með þetta er löglegt fyrirtæki sem borgar skatta en af hverju með þeir ekki styrkja eins og önnur fyrirtæki. Og eru samningarnir sem HSI, er þetta allt góðir samningar því að mér stuði alveg fá góðan sýnileika? Ég þekki ekki launatölunar, eða borgunatölunar þarna, sko. En fyrir mér þá skil ég ekki, það fullt af fólki sem er að brjála yfir þessu, ekkert af þessu fólki tilbúið að hjálpa HSI með peninga. Nei. Kannski hefði þessi úlingalandsliðsferð kostað 800.000 ef það hefði gjörð fyrir Arnarlags. Mögulega. En ég veit til dæmis að Rapid er að borga hluta ferðinni fyrir þess að stelpu til Kína. Ok. Og það er allir brjálaður út í Rapid og HSI fyrir að taka peninga frá þeim. Fólk þarf aðeins að skilja hvað er að gera. Svo er Bubbi alveg brjálaður út í Arnarlags en hann fór og skemmta á ásátti á þeim, gera það frítt. Nei, ég varstu það, sko. Og fólk þarf aðeins að fara að pæla í því hvað er að segja, sko. Og allir þessi sem eru svona mótið að HSI sé að fá þessa peninga, borgiði þeim svo þau þurfu ekki að vera með þá. Einmitt. Passi að þeir fái peninga annars staðar. Já, bara aðstóði með þetta. Já. Þá er ekkert mál fyrir að segja nei, þegar ég er í þeirri stöðu að geta sagt nei. Sko, nú er ég brosandi, ég heyri þig ekki oft svona pirraður. Þetta greinlega faukaði síðið hana. Já, mér finnst þetta bara svo, fólk situr einhvers staðar og byrjar að dæma eitthvað sem maður veit ekki neitt um, af því það er ósómala starfsemi. Já. En þetta er lögleg starfsemi. Farið og verið brjálu við þingmennina og látið á banni þetta. Algjörlega. Og þá er hægt að fara að segja, nei, við getum ekki af því þeir eru bannaðir. En svo er líka heldur ekki þetta að vera eitthvað að töða í íþróttafólkinu sjálfu, sko. Það er bara eitthvað sína íþrótt og standa sína plikt fyrir landið. En svo fara í landsliðsmynda, hvernig ætla þú að spila í þessum búning? Hvernig á hann að spila? Vera ofan eða? Nákvæmlega, það er ekkert annað í boði. Nei, og hvað er að hætta að vera landsliðinu? Sem er eitthvað sem þeir eru búin að dreyma frá þau eru litli drengir, skilur eða stelpur. Þetta fyrir mér er bara svo fáránlegt. Nei, En það fórum að íslenska landslið, ég er ennþá með prósentunar en íslenska landslið, Íslendingar, er þetta góð söluvara? Mjög góð söluvara. Það er mjög vinsælir og með virkilega gott orðspor. Við erum taldi vera með mjög góðan handboltagrunn, góða þekkingu á leiknum, hátt tæknilevel og hátt IQ á handbolta. Við erum duglegir, harðir af okkur, virkilegir fagmenn og atvinnumenn. Góðir í hóp í langflestum tilfellum, þannig að það bara fer af okkur mjög gott orðspor. Ok, og landsliðin náttúrulega líka ganga vel og þannig að það hjálpar. Fólk fær stóra sviðið. Það hjálpaði mér mjög mikið þegar ég var að byrja að vera íslendingur, sko. Eða? Já.
En hérna, þú ferður örugglega á svolítið af þessum stórmótum og svona með, þetta er náttúrulega þínir leikmenn svolítið. Já. Um, ok, þannig að segjum að það er stórmót og þessi leikmaður er bara brillera eins og maður sér stundum, sko, sumir eru bara að toppa á réttum tímum. Já. Ferð þú þá bara í liðin og bara eitthvað, heyrðu, þessi hérna, hann er nú aldeilis heitur núna, ætlar að hækka launin eða, þú veist, notar það svona meðbyr? Auðvitað. Og hvernig notar það þá? Sko, þarna kemur líka inn og sko, hvernig samningsumhverfi í handboltanum er. Það er mjög oft samið mjög langt fram í tíman. Ok. Þannig að ég er með ágæti sögu að hérna austuríska landsliðsmarkmannin Kristján Möstl sem var frábær á síðasta HM. Já. Hann samdi 1 mánuði fyrir mótið og enginn vissi hver hann var. Já. Svo fer hann á mótið og er bara frábær. Já. Eftir mótið hann getur örugglega fengið 5-falt betri samning. Ertu að meina það? Þannig að Og hvað gera þá umbóðsmenn? Geta ekkert gert? þá ert búin að semja, liðið þarf ekki að hækka launin nema að vilja það. Nei. Þannig að flestum tilfellum þarftu þá að framleggja samningin eða veita eitthvað aukalega sko, til þess að hækka launin. En þú ert í liðinu nú þegar og ert búin að sýna hversu góður og ert og verður ósáttur ef að til dæmis launastruktúrin í liðinu fyrir hækkandi, að þú sett langt fyrir neðan alla hina, þá ertu með eitthvað til þess að fara. Einmitt drífa þau. Já. En ég meina svo hefði hann alveg geta að fara á þetta mót og er bara ókslega lélegur og þú veist, þá var þetta góður samningur. Nákvæmlega. Þannig að þetta er náttúrulega svona áhætta. En Skemmtilegt. prósentur? Já. Það er sem mismundi eftir löndum. Í Ok. Fraklandi máttu ekki taka meira en 8% af brúttó, það er bara bannað í landslögum. Þú veist, er 8%, það er samt alveg svolítið hátt, eða ekki? Það getur verið það sko, en Já. það náttúrulega fer eftir launaninu. Já. Ef þú ert með 1000 eurur í launa á mánuði, þá er 8% ekki rosalega há upphæð, Nei. en ef þú ert með sko 200.000 á mánuði, þá er það ágætis upphæð sem þú fær sko. Ok, þegar þú gerir samning við eitthvað, ég er bara í svo margar spurningar, þegar þú gerir samning við eitthvað, þá er undirritun og þá er einhver tala, Já, þú fær prósent af því, já. færðu líka prósent af mánaðalaunum? Já, sem sagt árslaununum, þetta er yfir með að við sko, ef þú ert með einhvað á mánuði, Já, þá fæ ég prósentu af árslaununum. Og hvenær greiða þér það? Yfirleitt er það svona frá júlí til nóvember sem ég er að fá greitt, stundum í 2 greiðslum, en yfirleitt á þessu tímabili sko. Frá leikmannum eða frá félaginu? Frá félaginu í eiginlega langflestum tilfellum. Ok. Er prósentan há á Íslandi? Ég fæ ekki borga á Íslandi. Þú færð ekki borga á Íslandi? Ég hef ekki gerði það við fyrstu svona 4 samningina sem ég gerði það því ég var ekki með neina innkomu. Nei, þú varst í bílnum bara. Já, en eftir það hef ég ekki rukkað fyrir þjónustuna mín á Íslandi. Nei, er þetta bara svona samfélagslega ábyrgð? Já, og hérna sem meira samstarf, þeir hjálpa mér líka þá að fá upplýsingar um leikmenn, ef einhver er góður og þannig svona láta mig vita, en þetta er svona give and take, sko, ég fæ annað. Já, og svo ferðu með það út og þá tikkar þetta inn. Já. En þegar leikmenn gera eitthvað samning við, ég veit ekki, Pepsi og einu sem er dætti var Oreblue, en já, ok. Ég er ekki með marga sem ekki styrta samningu Oreblue. Ég veit ekki okkur þetta pappaði, ég verði það fyndið. En já, ferðu prósentir af því? Hingað til hef ég ekki gert þannig. Þrátt þegar ég geri þetta líka að finna styrta samningu annað. En ég fæ vel borgað fyrir að gera liðsamningana, þannig ég hugsa það að ég bara að covera þjónustuna sem ég veit og ég er ekki besti aðilinn í að safna styrtaraðalum þó ég geri það og sé alveg með einhverja sem ég get leita til, þá er ekki til dæmis í öllum löndum frábær í því sko. Nei. Ég er ekki með sænskan, danskan, norskan og þýskan leikmann með fullt af sponsforum og tengingar öll fyrirtæki þar, ég er ekki alveg það öflugur ennþá. Nei. En coming soon. Já, þannig að ég ákvað bara strax að þetta væri bara innifælið. Ég fæ borgað fyrir að gera þetta og þetta er bara bónus þá fyrir strákana og ég geri það eins vel og ég get. Ok, voðalega næs. Já. Svo næs. Herðu, félagsskipta glögginn. Já. Er hann eins allstaðar? Nei, hann er mjög mismundi, sko. Í Íslandi er hann til, frammyndir 1. nóvember eða maður rétt, opið, svo lokar hann, opnar aftur 1. janúar til 30. janúar. Já, 31. janúar, lokast þá. Í Þýskalandi er hann opinn til 15. í Fraklandi til 16. en ef einhver... Janúar? Nei, februar. Já. Og ef einhver
bara alveg opinn, Já. það er ekkert stopp, hann loka þá. Já. Svo opnast hann aftur sumrið í Þýskalandi, í Fraklandi, þá kemur hann að meiðist, þá má sækja leikmann fyrir sem meiddur, Já. svona medical joker fram til 14. apríl. Já, ok. Spáni er þetta bara opið. Bara alltaf? Alltaf, bara. Já. Það er svona, Danmörku er þetta svona og þarna, Já. þetta er alls konar. En ertu með þetta allt í haustum aður eða ertu eitthvað mega skipulaður? Sko, eðlisfari er ég ekki skipulaður. Ég þekki þig, sko. Ég hefði bara hlægjað og ætlaði að fara að segja, já, mjög skipulaður. En með árunum hef ég alltaf orðið skipulaður, en ég er með þetta mjög minnugur. Já. Og ég bara man meira og minna allt þetta, sko. Svo er ég náttúrulega með eitthvað sem ég skrifa niður og svona. En orðin skipulaður en ég var, alveg klárlega. Já, kannski ekki dómbært þarna í gamla daga. Nei, en eðlisfari er ég svona go with the flow típa, sko, með þessa hluti. Nei. Íslenska deildin, hvernig finnst þér hún í ár? Og þegar við erum að taka þetta upp, þá er sem sagt FH komið í úrslit og Valur Afturelding eru Óklárað. Já. Sko, íslenska deildin er mjög áhugaverð deild, af því að þú ert með sko lið þar sem þú ert með kannski 2 leikmenn sem eru mjög öflugir og svo er kannski leikmann nummer 16 og Skíslu bara alls ekki öflugur eða rosalega efnilegur og ekki tilbúin. Já. Þannig að getur stíðið mjög misjafnt innan liðana. Þannig að getur rosalega erfitt að bera dóm á gæði leikmannana og þetta er það sem að liðin úti glíma mest við þegar skoða leiki hérðan og svona slakar í deildunum að þú sérð ekki alveg greinilega hversu góðir leikmenn geta orðið eða eru. Okay. Og það er svolítið vandamál þegar þú ert með leikmenn sem kannski ekki alveg sker sig úr. Nei. En er með allt þetta sem ég var að tala um. Já. Er með tímasetningarnar, er með skot, er með tækni og er með hugafæri og allt þetta. Já. Þá getur verið svo erfitt að sjá það. Sko. Já, einmitt. Og það er ekkert allir rosalega klárir í handbolta sem er að reka félög eða velja leikmenn eða þjálfa erlendis. Nei. Hér heimarum er rosalega hátt getustig á þjálfun, bara yfir höfuð, í yngri flokkum og í mestarflokkum og þannig að flesti sem fara út, þeir fá oft sjokk. Já. Og já, að það sé ekki eins góðir þjálfarar og bara að IQ-ið skilur í leikmennum er ekki herra, þú veist kannski með leikmann sem er bara getur skotið svakalega en hann kann ekki að finna. En hann getur skotið svakalega. Sko. En hér þá lærum við miklu meira. Við kunnum miklu meira í leiknum. Þannig að þú ert ekki eins áberandi en þannig að það er svona, deildin er mjög skemmtileg hvað þetta var. Sko. En finnst þér, ég nefnilega horfa leiki og ég hrífst af leikmannum sem eru svona með smá sjó. Já. Þú veist, ég sammála ekki of kokki en svona, þú veist, út af því ég myndi horfa á það þannig að handbolti og sérstaklega svo úrslitakeppnin, þú veist, þetta er bara eins og að fara bara á einhvern skemmti viðburð og bara skemmtu mér, þetta er bara entertainment. Já, þetta er ekkert annað. Og stundum er ég bara eitthvað, þú veist, það vantar svona smá karaktera til að skemmta, ég veit þetta snýst ekki um það, en þeir leikmenn sem eru með svona smá X-faktor. Eins og Logi Geirs var. Eins og, sko, þú ertu búin að hlusta nokkuð podcasti með Logi Geirs. Já, það eftir. Já, það, þú er búin að segja nokkur hluti sem að tikkar í bóksið, sko, við hann, sko, að þetta með karakter og svona. En þú veist, það þarf nefnilega að skilja að þetta er... En þarna kemur inn á, sko, finnst þér skemmtilegast að sjá þá sem sína tilfinningar eða er að gera einhvað fáránlega flott inn á vellina? Sem þegar einhver skorar og fagnar alveg og sérð bara innlifunina og hvað liði svona hrífst með og svona orka í liðinu, finnst þið það skemmtilegra eða einhver tekur einhver svona geggja skot og svo hleypur hann bara döðið tilbaka því hann tók geggja skot og þá var skotið nóg. Sko, mér líður eins og setja eitthvað svona próf fyrir mig, sko, en ég er alltaf, þú veist, aðeins að fagna og þú veist, út af því að þá færðu mig með þér og þegar þú ert eitthvað bara, tekur eitthvað skot og skorar eða þú veist, gerir eitthvað og þú veist, og ég sé, þú veist bara þegar þú gerir góða hluti, að það er svo gaman að vera með þér, að vita það. Ég veit það. Og þetta er eitt af því sem ég tala á leiknum. Þú verður að læra að sína tilfinningar. Þú verður að kunna fagna sjálfur þér. Og þú mátt vera fúll út í sjálfa en það má sjást og þeir leikmenn sem eru svona
svona hrífandi, þeir eru yfirleitt þeir sem sína mestu tilfinningar. já. Það er ekki endilega þeir sem eru að gera flottustu hlutina. Nei. Það er það sem þú sér bara, hann er brjálæður. Hann er svo ánæður. Og mér finnst geðveikt gaman þegar leikmenn horfa upp í stúku og gera svona með hnefan uppi bara svona, þú veist, þá er þetta svona við erum að geta þetta, þú veist, eins og við séum sko saman. Ég er sammálaður. Mér finnst þetta vera alveg bara, þú veist, en svo þegar einhver er bara svona flatur og eitthvað og ég bara eitthvað, mér leiðist bara. Já, það er ekki gaman. Ég er sammálaður. En þetta snýst nefnilega líka, sko, það sem að leikmenn þurfa og bara allt íþróttafólk og allir, þú veist, það er svolítið svona að fá líka bara svolítið fólki með sér, þú veist, og mér finnst til dæmis meistaraflokkar og svona, þú veist, að þeir geta ekkert bara að labba inn í íþróttahús og bara, þú veist, ekki heilsaninum og ég fór á fyrirlestu með Elisabethu Gunnars, knattspyrnuþjálfara í Svíþjóð og hún sagði bara, það er bara skilyrði hjá mér þegar þú kemur í liðið mitt, er að þú lærir nöfn hjá fullt af yngri krökkum og þú labbar inn og svo spyrðu bara hvernig gekk að keppa, og keppi gæra þú veist þetta hitt og hæ Sofía, gaman að sjá þig og þú veist eitthvað, þetta gerir ógeðslega mikið og þá ertu nefnilega komið með fanbase. Það er þannig. Og þegar þú komið fanbase þá eiginlega svona stækkar þú náttúrulega, þú veist það fer allt með þér, þú veist ekki vera dikk. Sammála þessu. Já. En til að fara tilbaka í hérna íslensku deildina. Já. Það besta af íslensku deildina er að í flestum tilfellum þegar þú ert efnilegur og góður, þá færðu völlin, þú færðu leiktíma mjög snemma. Já. Og sérðu núna FOIBF innvið, fullar hallir, allt saman, þvílík pressa, framlengar, vítakeppni, 2000 manns öskrandi og gargandi og þvílík læti. Þetta er bara eins og að fara til Balkanlandana að sjá þetta. Þetta er geðveikt, sko. Já, og ímyndar að spila þarna, hvað þetta er mikið reynsla að vera í þessu umhverfi og vera ungur leikmaður og þurfa að taka ábyrgð og jafnvel bera lið og herðum sér, eins og segjum Elmar hérna í IBF, hann var í bara algjör leikil hlutverki á þeim. Algjörlega. Þetta er eitthvað sem þú færð ekki þegar þú ert Dani. Nei. Skilur það, því þú ert efnileg Dani, þá mjög sjaldan sem þú ert bara í besta liðinu með fulla höll, spila úrslitaleiki og allir brjálaðir, fullt af áhorfendum, fullt af viðtölum, þetta gerist alltaf. Nei. Og svo er þá er umfjöllun aðra podcast og það er einhverju sjónvarpsþættir og það er verið að fara yfir hvað það að gera og það eru vídeo sem að ganga á netinu, en þú ert í bara miðlungslið í Noregi, það veit enginn, skilur, það er enginn að fylgjast með, þú ert bara falin. Og þetta lærum við mjög snemma. Þannig að við komum út kannski 22-23 ára leikmenn, en þeir eru bara eins og 30 leikmenn úti í reynslu og öryggi og kunna að handla pressu. Sko. Söluvaran. Klárlega. Nei, þetta er ótrúlega gaman. Mér finnst þetta með karakterinn, ég er sko, þú veist, þú þarft ekki eins og að vera bestur. Nei. Og ég bara er með þér í liði ef að þú sýnir mér passjónið og og ert bara eitthvað svona smá sniðugur og þú veist, æsir eitthvað fólkið upp og eitthvað ekki með kokki, ég er sammála ekki með hann að fara í andlit á einhverjum og vera bara eitthvað fýblið þetta, þú veist, eitthvað svona. Já, verður bara, þú veist, taktu það góða og stækka það. Já, en ég vil allavega hvetja leikmenn til þess að sinna yngri flokkunum. Ég er alveg sammálaðið þar og þú lærir rosalega mikið af því að sem á tapileik, grautfúll, skilur, þú bara brjálar þetta sjálfna, þetta er kannski lélegan leik, svo labbaru fram og það er bara 20 krakkar eitthvað sem vilja tala við þig og þú bara strunsa fram hjá þetta og þú þarft að hafa þess að auðmýkt að geta bara, tala við þig, sko. Já, sagt hæ. Einmitt, verður aðeins að leggja hitt aðeins frá þér en já, ég er mikið passion fyrir þessu, sko, því ég vil að fólk nái mér í sitt lið, sko. Já. Heyrðu, hvaða ráð myndir þú gefa ungu fólki fyrir utan að vera passionate og hresst og skemmtilegt? Dugnaður skilaði lengst af öllu. En eru Íslendingar ekki óslættulegir? Jú, við erum það. Flestir allavega. En mjög margir. En það er ekki nóg að vera bara þykjustinni duglegur. Nei. Þú þarft virkilega að leggja á þig og allar á toppin. Og þú þarft bara að vita hvert þú ert að fara, hvert þú vilt ná og svo þú ert að byrja að vinna, skiljust, og þú ert að vinna á hverjum einasta degi. Já, og sko finna þér fólk í þínu lið, teimi, búið til þitt teimi svolítið sem að er svona, þú veist, ég tók líka viðtalið Birgileif
golfara, já. það var líka mjög áhugavert og hann með sagði, þú veist, hann sagði, ég vildi hafa gott heim í kringum, hann mátti ekki allt vera jáfólk, Alls ekki. þú veist, þannig að þú þarft að finna fólk sem að getur hjálpa þér einmitt líka að ná lengra og Sem er, fá álit, sko. já, sem að mótivera þig, sem íti þér áfram, sætti sig ekki við það, ég er pínu þreytur, ég ætla bara að taka 2 sett í dag. Sko. Já, Þá er bara einhver að ná bakinn á þér og bara, nei, 4. einmitt, Og að því þú varst þreytur á tökum 5. já, Skilur, þú þarft bara að íta á þig. Þú átt að krefjast þessa sjálfum þér. Ég held að þessi innri hvati, þessi innri eldur sem við getum verið með, já, að hann sem sagt dríf okkur í að vera best. Já. Að það er þessi utanaðkomandi þjálfarar, þeir hjálpa. Já. Þeir gera auðveldara, þeir kenna þér hluti sem að flýta fyrir ferlinu og geta ítt þér í réttar átt, allt það mjög mikilvægt. En á endanum er þetta alltaf það sem er innra með þér. Já. Ef þú hefur ekki trú á þér og hefur ekki dugnaðinn, þá verður ekki neitt. nei, Og þú verður að geta mætt í ræktina þegar þú ert þreyttur, svona kvefaður eða hálf slappur eða illt eftir leikin í gær og bara, maður skiptir ekki máli. Ég á bara að æfa. já, Ég á bara að gera þetta. ég er á leiðinni þessari vegferð, Já, sko. og þegar ég er í leik, það er ekkit, ég svaf illa. Ég var að rífast við maka minn, skilur, ég borðaði illa, ég svangar, það skiptir bara einhver máli. Leikurinn er að byrja og þú átt bara að performa. Einmitt. Það er bara þannig. Og þú þarf bara að nálgast þetta hugafar því fyrr því betra. Já. Vá, þetta væri óslega góða lokaorð, en mér langar samt að enda á og spyrja, út af því ég veit og áttu einhverja skemmtilega sögur af svona þínum skjólstæðingum og eitthvað svona. Já, ansi margar. Já, ég vissi Já, það. það fer eftir hvað finnst skemmtilegt líka. Já, but try me. Já, eina mjög svo leiðinlega sem að sýni kannski hvernig þessi heimur getur verið. Ok, byrjum á hennu og hvað er svo með einhverja skemmtilega eftir? Þá var ég með leikmann sem er mjög góður, búin að vera landsmeistari í 2 löndum og spila næstu 200 landsleiki. Þá voru búin að gera samning við þýskt úrvalsdeildarfélag, allt klárt, skilurst, þá var bara að fara að fljúga í læknisskoðun og skrifa undir. Þannig að þetta flugvill að fá símtal fara á klúbnum, nei, við erum hætti við. Sem hann var að fara til? Já, allt klárt, bara löngu handsala, bara fljúga til þeirra, fara í læknisskoðun og skrifa undir. Það var eina sem var eftir. Okay. Það var búið að samþykja á tölvupóstum og lagalega séð er það gilt en færði ekki eitthvað sem enginn langar að fá þig? Nei, og svo ringja þér hérna bara þessi leikmaður búin að segja nei við einhverjum 8 öðrum tilbúðum og bara spila 1 ári viðbótið þessu lið. Þannig hann var bara áfram í liðinu sem Já, þetta var orðið það sent, það var ekkit annað í bóði sko. Nei. Þá hafði þeim verið bóðið eitthvað betra og bara, nei. Þetta er alveg harður heimur sko. Þetta er nefnilega ég held að þessi klúbur myndi ekki gera þetta við mig í dag. Nei. En sem sagt ekki gagnvart leikmannu, heldur bara að þau myndi ekki vilja sem sagt. Varstu brjálaður? Já. En þú hefur volið lítið í höndum. Nei, nákvæmlega, getur ekki stýrt þessu. Ok, ég átti ykkur að létta þessu. Já, en ég er með svo mikið að ég svona eiginlega veit ekki hverju þetta leitast eftir sko. Nei, þú hefur sagt mér sögu frá leikmanni sem að kunni ekki alveg á Já. Ég ætla að fara til að segja það. Já, ég sem að var með leikmann sem hann var 17 eða 18 ára þegar hann samdi við mjög stort félagslið. Já. Og hann kunni ekki elda, kunni ekki setja þvottavél, kunni bara ekki neitt á heimilistörf og annað sko. Nei. Og mamma spannaði honum að fara og sagði þú verður heima í 1 ár að þú verður að læra þessa hluti. Já. Og liðið samþykti það og hann kom ári seinna til liðsins af því að hann var heima að læra að sjá heimili. En er þetta ekki bara ótrúlega snið mamma? Jú, af því að ef hann hefði farið þá hann bara enda í algjöru rugli sko. Já, en er þetta eitthvað sem að þú svona Eftir þetta, já. Já, þessi mamma var algjör meistari. Já, hún kendi mig mikið þannig. Og fyrir þetta var ég ekkert að hugsa svo mikið út í þetta. Nei. En núna er þetta eitt af því sem ég tala um. Sko. Þannig að þú mæli með að ef að leikmaðin, og sko Elísa Viðar sagði þetta nefnilega líka í podcasti, ég var fullt af efni, sko. Og hún sagði þetta líka að hérna, þú veist, að hún er að fá til sín ungt fólk sem að langar að vera atvinnumenn og hérna En þú veist, hún var alveg bara, já, þið þurfið þá allan að þú veist að kunna að
nær ykkur, sko, þú veist, Já. að elda og eitthvað svona, sko. Það er ekkert bara það, ég á að raunins hafa leikmaður sem að flytur út og leigir hús og svo bara eftir ákveðin tíma þá bara slökkt á vatni og rafmagni. Já. Þá hélt hann að hann var í sem sagt að borga fyrir það í leigunni en fattaði ekki allir reikningarnir sem kom inn lúna þá þurfti líka að borga sem sagt aukalega fyrir vatn og rafmagn Já, og þetta kannski skildi ekki reikningana. já mögulega, hann var ekkert að pæli því Nei, og þetta var líka í landi þar sem að það er ekkert kveikt á vatninu leið og borgar, það bara tekur okkur tíma og hann var sem þetta vass og rafmagnslaus hann í smá tíma, nokkur langa tíma. það hefur verið kalt. Já, þannig að veist, það er ýmislegt sem að þú þarft að kunna ef þú ætlar að vera atvinnumaður. Já, þetta er spennandi líf en þú veist, auðvitað er þetta allt vinna og bara eins og, já, allt maður þarf að læra á þetta allt saman. Já, klárlega. Já, erum við þá ekki bara orðin góð? Ég var góður þegar ég kom. Ég er enn betri núna. Frábært. Herðu, þakka kærlega fyrir að koma. Takk fyrir. Í lokin ætla ég að þakka samstarfsaðilum Klefans, Útilíf, Hafið fiskverslun, Gút og Heilsuhillan. Eigið góðan dag. Takk fyrir að hlusta. Eigðu góðan dag. Klefinn með Silju Úlfars.